Hér upp þessa sviðmynd hérna í huganum, eða bara svona ímyndaðir þetta. Einhverjum gert að skrifa flokkna ítarlega rítgerð til þess eins að sanna að viðkomandi eigi yfirhugur rétt á lífsneisinlega stóðfæra ríkinu. Já, sem hljóma nú þeirra illa. Algjörlega. En bættu svo þessi við. Þessi sama manneskja hefur ekki einu sinni líkamlega burði til þess að halda á penna Einmitt. og hefur ekki fíntreyfingar til að pikka á snjálsíma. Þetta hljóma sko eins og einhvers konar grimleg dystópík sena úr skáldsögu en þetta bara blákaldur raunveruleiki milljóna manna. Akkurat. Og í þessari djúpköfun okkar í dag átlum við að rýna beint inn í hjarta þessari veruleika. Við hefum undir höndum safn afar fjölbreyttra heimilda. Við erum að tala um persónlega tölvupósta, lagaleg drög, færslur af samfélagsmiðlum og meira að segja ótrúlega nákvæmar hugmyndir að tæknilegri nýsköpun. Og allt þetta efni á uppruna sinn á einum og sama stað. Nákvæmlega, og þessi staður skrifborðið hjá einum ákveðnum manni. Já. Hann heitir Asaf Benjamini. Hann 53 ára gamall, búsettur í Jerúsalem í Ísrael og hann sko gríðarlega öflugur baráttumaður fyrir réttindum fatlaðs fólks. Sem magnað miðað við aðstæður. Já, það það og það sem við sjáum í þessum gögnum ekki bara eitthvað yfirlit yfir þá þjámingu og þá miklu erfiðleika sem hann gengur í gegnum daglega. Þetta miklu frekar ítarleg kortlagning á því hvernig nútíma skrifræði virkar, beinlími sem stjórntæki eða jafnvel kúkunartæki. Einmitt. En það sem ennþá áhugaverðara hann sýnir okkur líka hvernig lausnirnar geti litið út, bæði í kerfum og tækni. Það að segja ef samfélagið væri raunverulega tilbúið að hlusta á þá sem þekkja gallana á kerfinu af eigin raun. Og það mitt kjarnin í þessari yfirferð okkar. Við ætlum að krefja hvernig þessi eina manneskja sem stendur daglega frammi fyrir gífurlegum líkamlegum sársvarka og nánast engu fjárhagslegum bólmagni neitar algjörlega að gefast upp. Hann bara gerir það ekki? Nei, hann tekur kerfið og hugbúnaða þróun og snýr því á hvolf til að krefjast lágmarksvirðingar, ekki bara fyrir sig, heldur fyrir alla í sömu stöðu. Svo við skulum bara byrja á upphafinu. Við getum kallað þetta skriffinsku völundarhóstið. Gott nafn. Til þess að skilja baráttuna verðum við að skilja þennan líkamlega veruleika sem Asa býr við á hverjum dag. Við sjáum í heimildunum svona langan og versnandi lista af sjúkdómum. Já, og þessi listi hann alveg yfirþyrmandi. Algjörlega. Við erum að tala mann sem glímir daglega við alvarlega áráttu og þráhyggju röskun eða OCD og það eitt og sér getur gert daglegt líf rosalega flókið. Svo sannarlega. En þar ofan á hann með sóragikt sem gífurlega sársaukafull og svo hann með taugavandamál eða taugaskemmdir sem lýsa sér fannin í praktík að hann missir tilfinningu eða stjórn á fínhreyfingum í höndunum. Hlutir hreinlega detta bara út úr höndunum á honum. Já, alveg fyrirvaralist. Og ofan á allt þetta hann svo með brjóskloss sem gerir honum verulega erfitt gang og getur valdið miklum sársveika við hverja hreyfingu. Vá. Þetta eru ekki bara einhver læknisfræðileg hugtök á blaði, þetta veruleiki sem þýðir að einfaldustu hlutir eins og að vasku upp eða borða orðnir að risastórum hindrunum fyrir hann. Og það einmitt þessir hversdagslegi veruleiki sem allavega fyrir mig slærir mann svo hart þegar maður les þessi gögn. Í tölvupóstunum segir hann til dæmis að hann geti hvorki borið hluti á milli herbergja né hengt upp þvottinn sinn lengur. Sem hræðilegt hlutskipti. Já. Og það meira að segja þessi mynd sem hann sendir af vaskinum í búðinni sinni. Vaskurinn algjörlega stíftlaður, fullur af skítúi leirtaugi sem hann hefur einfaldlega enga líkamlega getu til að þrífa lengur. Aðstæðurnar heima fyrir bara farnar að grotna niður, beinlinis vegna þess að hann fær enga hjálp. Og þá gerir hann þetta það sem allir myndu gera. Hann sendir inn opinbera kröfur til Tryggingastofnunar ríkisins þar úti svokallaða ACE ARAM aðstoð. Það sérstök heimaþjónusta sem á að grípa fólki í nákvæmlega þessari stöðu. Og hvað gerist þá? Það gerist bara ekki neitt. Algjör og algildi þögn. Veitu, ekkert svar. Nei, hann sendir beiðnina og ekkert svar berst. Og það þessi þjögn sem getur virkilega eyðilagt fólk. Ég meina, þegar kerfið hafnar hér, þá hefur að minnstakosti eitthvað áþreifanlegt til að berjast að móti. Já, einmitt, þú getur áfrýjað eða eitthvað. Nákvæmlega, en þegar kerfið þegir bara, þá ertu bókstaflega að öskra út í tómið.
En Asaf er ekki típan sem lætur þar við sitja. Hann leitar til ríkisendurskoðanda. Það er svona umboðsmaður sem á að fylgjast með því að ríkisstofnanir sinni hlutverki. Rétt. Og loksins fær hann svar, en hann tekur á sig alveg fáránlega mynd. Já, ég las þetta er útrúlegt. Starfsmaður ríkisendurskoðanda hringir í hann úr lokuðu eða leynilegu símanúmer og segir honum einfallega að hringja bara sjálfur í Tryggingastofnun til að finna út úr þessu og býður hann svo að hringja aftur í sig eftir 2 vikur. Úr lokuðu númeri? Þetta er rökkfræðileg hringavilleysa sem myndi gera hvern sem sturlaðan. Asaf þarf þá að benda þessum starfsmanna á algjört grundvallar atriði. Og það að Tryggingastofnun er ekki með neitt raunverulegt símanúmer þar sem hægt að ná í lifandi mannesku. Nei, það er bara endalaust talhólf. Nákvæmlega, sjálfvirku svari sem enginn hlustar á. Og það sem þessi fulltrúi hringdi úr lokuðu númeri hefur Asaf enga leið til að hringja tilbaka eftir 2 vikur til að láta vita að hitt númerið virki ekki. Þetta er fullkomlega lokuð lúpa. Það er eins og að vera fastur í tölvuleik þar sem hurðin krefst lykils sem inn í herberginu sem þú ert að reyna að opna. Algjörlega. En hérna er pæling og maður spyr sig, eru þessi kerfi raunverulega biluð vegna einhverja vanhefni eða gæti verið að þau virki nákvæmlega eins og þau voru upphaflega hönnu til að gera? Að síja út fólk. Já. Að þau legi beinlínist að sjá út fólk með því að þreita þar til það bara gefst upp. Ég er algjörlega með þér þarna og þetta er gríðarlega stór spurning og hvernig hann sjálfur nálgast hann svo heilandi. Hann styðsti meðal annars við málvísindi til að svara þessu. Já, þetta var mjög áhugavert. Hann gerir mjög skemmtilega greiningu á hebresku tungumáli í þessu samhengi. Hann bendir nefnilega á að á hebresku eiga orðin skjal, sem teúta á hebresku, og orðið fyrir yfirvart nákvæmlega sömu málfræðilega rót. Og fyrir honum það engin tilviljun? Nei, alls ekki tilviljun í hans huga. Þessi tenging frábær. En hvað þýðir þetta í framkvæmt fyrir mann sem þarf stöðugt að skila inn þessum endalösu skjölum? Fyrir honum þýðir þetta að sjálf hugmyndafræði ríkisins og yfirvaldsins byggir á svona grundvallar tortryggni gagnvart borgaranum. Já, eins og maður sé alltaf sekur. Nákvæmlega. Þegar ríki segir skila þeim skunni til að sanna þú sért veikur, þá eru undirliggjandi skilaboðin í raun við trúum þér ekki. Vá. Grunnstilling kerfisins svo að borgarinn sé bara lígari eða svikari sem að reyna að merksjúga kerfið. Þar til hann getur framvísa nógu mörgum stimplum frá nógu mörgum læknum til að afsanna þá lygi. Kerfið byrjar alltaf á neitun. Og til að gera þetta ástand enn á skýrara notar hann magnað hugtak. Hann kallar þess að skriffinsku mannlega DDoS-árás. Sem frábær samlíking. Hún að. Til að útskýra það aðeins fyrir þá sem kannski þekki ekki nákvæmlega hvernig tölvuárásir virka, þá DDoS-árásferli þar sem tölvuþrjótar beina milljónum af fölskum fyrirspurnum eða gagnapökkum að einni vefsíðu eða netþjóni á sama tíma. Vegna þess að hún útskýrir nákvæmlega vélbúnaðinn á bakvið kúkunina. Skriffinskan tryggir að fólk sem nú þegar í mjög viðkvæmri stöðu, fólk sem veikt? Já, fólk sem deyjandi eða mjög veikt þarf að eyða allri sinni takkmarkuðu andlegu og líkamlegu orku í að fylla út fáranleið eyðublöð, sitja á bið í símakerfum sem leiða hvergi eða mæta ykkur viðtöl. Akkurat, mæta á læknastofur til að sanna hluti sem eru nú þegar algjörlega augljósir. Þegar einstaklingur undir slíku yfirálagi af kerfisbundnum kröfum, þá frýs hann bara rétt eins og netþjón í þessari DDoS-árás. Ég hlýt að sveiga að mér finnst þetta svipa dálítið til þess hvernig hugbúnaður eldveikur virkar á tölvunetum. Eldveikur oft stiltur til að hleypa bara gegn gagnapokkum sem passa inn í mjög stíft nákvæmt form. Ef gagnapakkin aðeins öðruvísi í laginu, jafnvel þó hann sé mikilvægur, þá hendir eldveikurinn honum umsvifalast. Já, það góð punktur. Og kerfið gerir þetta við fólk. Ef föllun þín eða staða passar ekki nákvæmlega inn í boksin á blaðinu, þá þú bara droppaðu gagnapakki. Einmitt. Og hugsaðu út í stærri afleiðingarnar. Á meðan hópurinn fastur í þessari DDoS-árás ríkisins, hefur hann engan tíma til að hópast saman, skipuleggja mótmæli eða krefjast lagabreitingar. Skriffinskan kemur í veg fyrir uppreisn. Nákvæmlega. Það svo mikill sannleikur í þessu. En þegar Asaf aktar sig á að þetta stofnanakerfi ófært að leysa jafnvel smæstu vandamál, þá dvelur hann ekki við vonleysið. Hann færir sjónarhornið og byrjar að horfa á stærri, kerfislegari lausnir. Og þar kemur hugmyndin borgaralaun eða Universal Basic Income sterkinn. Akkurat.
Hugsunin ens hér er svo að ef meini líkur í því að fólk þarf stöðugt að sanna eymd sína fyrir yfirvöldum, hvernig fjarlægjum við þá þörfina fyrir að sanna eitthvað yfirhöfuð? Með því að gefa öllum það sama. Já, borgaralaun eru efnahagslegt líkan, þar sem ríkið greiðir öllum borgurum sínum fasta upphæði í hverju mánuði, algerlega óháð atvinnustöðu eða heilsufari. Hugmyndin er að allir hafi þennan tryggða grunn til að lifa af. Skilja. Fyrir ASAF er þetta ekki bara eitthvað svona hagfræðileg tilraun, heldur nánast lækning við skriffinskunni sjálfri. Ef allir fá lágmarksvirðingu í gegnum borðlagða aðstóð, þá hrynur þessi mannlega DDoS árás. Ríkið þarf þá ekki lengur þennan her af embættismönnum til að rannsaka hvort þú sért nógu fatlaður til að eiga skilið að borða í þessu mánuði. En bytta þess, við skulum káfa ofan í þetta. Hver ætlar einlega að forrita og stjórna þessu nýja kerfi borgaralauna? Eru það ekki sömu stjórnmálamenninir og sömu menninir? Jú, veist. ASAF talar nefnilega sjálfur mjög mikið innbyggða hræsni í samfélaginu og það sem hann kallar skuggaójöfnuð. Ef við gongum út frá því eins og hann gerir, að fólk sé í eðli sínu hlutdrægt og fylgja alltaf sínum eigin hópum og frændum, er þá ekki stór hættulegt að treysta því að borgaralaunakerfi verði réttlátt? Jú, maður gæti haldið það. Mun það ekki bara endurspegla nákvæmlega sömu fordómana og við sjáum í dag? Þetta er mjög skarp athugasemd og hún snertir akkurat kjarnan í þversögninni. En ég sammála honum í því að þetta er ástæðan fyrir því að hann laðast að hugmyndinni alltæk eða universal borgaralaun. Snirtileikin við þá hugmynd er að hún á að taka þetta mannlega hlutdragamat út úr jöfnunni. Eða þannig, já. Í dag stendur embættismaður, manneskja með alla sína fyrirframgefnu hugmyndur og ápeður hver fær hjálp og hver ekki. Við borgaralaun færðu aðstoð vegna þess að þú ert borgari, punktur. Það útilokar kannski ekki hlutdrægni og upphafleira hönnun og upphæðum, en það tekur burt til daglega dómstólavald kerfisins yfir viðkvæmum hópum. Það er góður punktur, það fjarlægir friðarverðina. Og talandum hræsni stjórnvalda, þá er ein dæmisaga í gögnunum sem fangar þetta alveg rosalega vel. Það er sagan úr ísraelska þinginu. Sú saga er mjög sláandi og hún kemur frá vinkonu ASAF sem fór á fund hjá heilbrigðisnefnd þingsins. Þegar hún gekk að þinghúsinu morguninn, hávetur, sá hún 3 heimilislausa menn í andýri lestarstöðvarinnar. Sem er stutt frá? Já, og einn þeirra var áberandi í annarlegu ástandi, hugsanlega geðsjúklingur. Þeir satu þarna beinlínis frjósandi á pappaörgum út í kuldanum og fólk gekk bara fram hjá þeim eins og þeir væru ósýnilegir. Algjörlega dæmigert. En svo gengur hún inn í þinghúsið, inn í þennan upphitaða fallega sal. Þar inni sitja áhrifamestu prófessorar og heilbrigðisyfirvöld þjóðarinnar, öll í fínum fötum. Og hvað voru þeir að ræða? Þau voru að rífast að gífurlegri ástríðu hvort landið ætti að halda áfram að vera meðlimur í alþjóða heilbrigðismálastofnuninni eða ekki. Þessi andstæða er, hún er nánast kvikmyndaleg. Inni er fólk að rífast abstrakt alþjóðar stefnur og algjörlega blind á þá staðreind að beint fyrir utan eru raunverulegar manneskjur að frjósa í hel úr heilbrigðisskorti. Nákvæmlega það sem hann var að benda á. Svo mikil áhugi á alþjóðlegu völdunum en engin áhuga á mannin á götunni. Það er þetta sem færa ASAF til að segja að yfirlýsingar jafna löggæslu séu í rauninni bara falleg tálsýn. Hann horfist í augu við að þeir sem fara með völdin muni alltaf finna leiðir til að hlífa sér og sínum. Sem aftur útskýrir hvers vegna hann er svona upptekinn af kerfum sem krefast ekki góðvildar valdhafa til að virka. Algjörlega. Ef fólki sem stjórnan hefur ekki samkennt verði vera hanna innviði sem virka án hennar. En við vitum að svona stórar kerfisbreytingar taka áratugi. Og hann getur ekki beðið. Þannig að þegar hið stóra og flókna bregst færi hann sér niður á næsta stig og byrjar að horfa á hvort tæknin geti búið til flýtileiðir. Hann neitar aðgerðalaust fórnalamb? Nei, hann tekur að sér hlutverk sem hann kallar sjálfur að vera arkitekt valkosta. Og hér eru við kunn á svæði þar sem sagan verður reynd útsagt líkinni líkust.
Hér erum við með mann sem hvorki með fjármagn formlegan bakgrunni í forritun, samt situr hann í íbúðinni sinni og hannar nákvæmar frumgerðir að appum og stýrikerfum. Hann beinlínis að hanna aðgengi. Það ótrúlegt. Eitt af því fyrsta sem hann útskýrir app sem hætti kalla matarleitavél eða Food Finder. Hvernig átti það að virka nákvæmlega? Sko, hugmyndin var að búa til mjög sérhæfðan gagnagrunn sem myndi hjálpa fólki með strangar mataræðisþarfir. Þetta ekki bara enn eitt appi til að finna góðan hamburgara. Nei, einmitt. Þetta var hannað til að krosskeyra upplýsingar fyrir fólk sem til dæmis með bráðofnæmi eða þarf að fylgja ströngum trúanlegum reglum eins og halal eða kosher. Appið átti að geta sjaða veitingastaði út frá þessum breytum þannig að fólk gæti borða örugt án kvíða. En veistu að gera þessa hugmynd svo fallega? Hann þurfti þess ekki sjálfur. Nákvæmlega. Í tölvupóstunum tekur hann skýrt fram að hann sjálfur þjáist ekki af neinu fæðuofnæmi. Hann hefur enga persónlegu þörf fyrir þetta app. Hann var eingöngu að hugsa vandamál annara. Það sýnir svo ótrúlega mikla samkennd. En hann stoppar ekki þar. Hann teknar líka upp hugmynda snjöllu stýrikerfi, sérstaklega hönnuðu fyrir fólk með heilabilun, tilgamist þá sem eru með Alzheimer. Geturðu útskýrt vélbúnaðan og bak við það? Mjög gjarnan. Þetta mögulega eins og fáaðasta hugmynd sem þarna inni. Við vitum að vitranni getur hraknar ekki yfir eina nótt með Alzheimer, eftir smá saman, og tækin okkar oft óbreytt á meðan fólki breytist. Já, og þá verður fólk hrætt við síman sinn. Einmitt. Manneskjan vaknar einn daginn og skilir ekki skjáin á símanu sínum. Hugmyndin hans Asafs var stýrikerfi, knúið af gervigreind sem myndi fylgjast með þessari vitrænu hrörnun. Bíddu, hvernig þá? Til dæmis myndi kerfið mæla hversu lengi notandinn hikar áður en hann ítir á tákn og eftir því sem geta sjúklingsins minnkar þá grípur gervigreindin ósýnilega inni. Vá! Erfiður til að lesa myndi kerfið skipta yfir í að gefa upplýsingar með svona róandi raddskilaboðum. Ég orðlaus. Þetta eins og skrifræði frá fyrri hlutanum en snúið naglam á hálf. Í stað þess að kerfið krefist þess að borgarinn aðlegi sér, þá lagar kerfið sig að borgaranum til að viðhalda virðingu hans. Þetta minnir mér á opin hugbúnað, þar sem fólkið sjálft skrifa kóðan og leysir vandamálin af því að stóru fyrirtækin sjá þau ekki einu sinni. Já, algjörlega. Open source samkennd. En þrátt fyrir þessa frábæra sín, þá lendir hann samt aftur og aftur á vegg. Ég man eftir dæmi hans eigin leita hjálpatæki sem sýnir hversu gallaða lásnirnar geta verið. Já, það þetta með ávísanirnar. Einmitt, vegna hreyfiskerðingar átti hann orðið mjög erfitt með að skrifa undir ávísanir handvirkt. Svo hann hafði samband við fyrirtæki sem sérhæfir sig í tæknilegum hjálpartækjum fyrir fólk með föllun. Og hvað segðu þau? Þau svoruðu honum að hann þyrfti auðvita að byrja á því að koma í ráðgjafa viðtal. Sem hljómar vel í byrjun. Já, á yfirborðinu. En fundurinn sjálfur átti að kosta 500 sigla. Upphæð sem Asaf hafði alls ekki efni á því hann lifur á öruggubátum og ekki nóg með það, þau kröfðust þess að hann mætti líkamlega á staðinn í þetta viðtal. Hugsaðir, maður sem bókstaflega að biðja hjálpa því að hann hefur mist hreyfigetu til að skrifa á bláð, hann krafin að ferðast þvert yfir borgina og borga himinháar fjárhæðir bara til að fá að vita hvort hann fái yfir höfuð hjálp. Þetta hinn raunverulega þversögn aðgengis. Já, hjálpin til, tæknin til, en inngangurgjaldið heilsa og peningar, sem nákvæmlega það sem þennan hóp skortir. Svo hvað gerir Asaf þegar tæknin að bakvið greiðslumúr? Hann áttar sig á að tækni breytir engu ef enginn hlustar. Þannig að hann beinir orku sinni að mátti frásagnarinnar. Já, og það eitt að sterkasta í hans efni. Hann að auglýsa eftir kvikmyndagerðafólki til að búa til heimildamynd. Hann vill skrásetja þessa baráttu fatlaðs fólks. Hann veit að tölfræði breytir ekki heiminum einu og sér. Nei, fólk getur lesið að 1000 manns þjáist og ekki fyndið til með þeim. En ef þú segir sögu af einum manni, færðu fólk til að tengja. Og til að skilja þessa þörfans til að tengjast, verðum við að skoða hvernig hann notar sögur af öðrum. Af hverju vermaðar sem að drúkna í skriffinsku svona miklum tíma í sögur af fólki hinum megin á netinu? Við hefum til dæmis söguna af kanadíska dómarinum. Hvernig var hún aftur? Þessi saga rammar inn siðferðislega sýn hans svo vel. Það sagan af dómara sem fær málin á borð til sín þar sem aldraður, sveltandi maður ákærður fyrir að stela matarögn. Dómarinn segir,
Lög eru lög og þú brót þau, ég verð að sekta þau $10. Sem hljómar mjög kalt. En leið og hann kveður upp dóminn, tekur hann upp eigið veski og greiðir sektina sjálfur. Og hann stoppar ekki far. Hann horfir yfir réttarsalinn og tilkynnir að hann ætlar að sekta hvern einasta viðstaddan mann $10. Fyrir það eitt að búa í samfélagi þar sem gamalt maður þarf að steða mat til að draga fram lífið. Vá. Þáttaka í samfélaginu er sameiginleg ábyrgð. Þetta sýnir að Asaf er ekki bara að biðja tæknilausnir, hann er að biðja róttæka samkennd. Og hann deilir annarri sögu af frönsku andspyrnukonunum Josette Meulan. Já, Josette Meulan, hún var bara 20 í seinni heimstjörninni en hætti lífi sinu til að falsa skilríki og skjöl fyrir andspyrnuhreyfinguna. Með þessu bjargaði hún ótal mörgum júðingum og flugmönnum. Hún notaði skriffinskuna til góðs. Nákvæmlega. Hún notaði sömu vopn, skjölin og skriffinskuna, en hún notaði ekki til að kúka, heldur sem skjöld til að bjarga mannslífum. Sem er mjög ljóðrænt miðað við hans eigin baráttu. Og Asaf er að gera því sama á sinn hátt. Hann notar hugmyndir sínar og rödd á samfélagsmiðlum og þessi djúpi skilningur hans á þjáningu stoppar ekki við landamæri Ísraels. Við sjáum hann fjallar ítalega til dæmis mótmælin í Íran. Já, hann bendir þar á að fólk get ekki lifað eingöngu á pólitískri reiði, það þurfi raunverulega innviði til að byggja framtíðina. Og sömuleiðis rýnir hann í sögu Argentínu, sérstaklega herforingjastjórnina. Hann skrifar nótt blýjandana þar sem ungi námsmenn voru numdir að brott og hann gaggrínir harðlega hvernig íslenskar stjórnvöld tóku ekki nægilega ábyrgð þegar í ljós kom að meintur stríðsglæpamaður úr þessari sama stjórn hafi fundið skjól í Ísrael áratugum síðar. Og þetta er mikilvægt því það kennir okkur leksjó eðli samkenndar. Þeir sem sitja á toppnum eiga oft erfiðast með að sjá þjáningu annara en þeir sem hafa orðið verst úti í kerfinu, þeir þróa með sér eitthvað sem mætti kalla útsýni frá botninum. Asaf sér samfélagsmennina miplu skýrar, skortur á líkamlegu og fjárhagslegu bolmagni hindrar hann ekkert í að greina kúkunum allan heim. Og hann stoppar ekki við að greina hana, hann reynir líka að teikna upp lausnirnar. Baráttan hans er í rauninni lifandi minnisvarði þessa seiglu mannsandans. Í hvert skipti sem ríkið að sjúkdómarnir skella hurðin í andliti þánum, snýr hann sér við og hannar nýja og betru hurð sem allir gætu notað. Algjörlega, við sjáum hvernig kerfisbundin jáðarsetning lýsir sér þegar við skoðum þetta vel. Kúkunin er sjaldnast einhver ein vondur maður. Hún er lúmskara netskrifsfunnsku, hún er þessi sementaði veggur sem brýtur fólk hætt niður, en lausnirnar koma oft frá fólkinu sem býr í skugganum á þessum vegg. Og það leiðir mér að svona lokahungsuninni sem ég vil skilja hlustundur okkar eftir með. Ef nýstæðlegustu og dýpstu lausnirnar varðandi umönnun og tækni koma mörgum sínum frá þeim sem hafa verið útilokaðir frá kerfinu. Hversu mörgum stórkostlegum hugmyndum þá að kasta á glæ? Það er góð spurning. Hversu mikilli nýsköpun við að glata niður í holræsið bara með því að þreyta þessar björtustu rattir til dauða með óyfirstíganlegum eyðublöðum og lokuðum símanúmerum? Maður velti því mikið fyrir sér eftir að heyra mann eins og Asaf.